Það eitt atriði eftir smástund fram að flugeldasýningu Jónas Sigurðsson og ritvilla framtíðarinnar eftir smástund. Nei, það engu kalt hér á hólnum. Kollunum á sviðinu var það heitt að það bara rauk úr þeim. Svo sannarlega. Já, þannig að... En það mikill kærleikur og mikill tími. Það var allir allan tíma í heiminum fyrir sér hér. Já. Þetta dásamlegt. En við erum komið með góðan gest hérna og við ætlum að bjóða hana velkomna til okkar. Hún heitir Ásdís Hjálmsdóttir, Ólympíufari. Velkomin heim. Takk fyrir það. Hvernig nú búið að vera að koma heim eftir þessa miklu hátíð þarna út í London? Það búið rosalega ljúft. Maður hefur lengi heimann og það er rosa gott að koma heim. Ég frétti nú að það hefði lagst bara strax og komst heim í bælið bara. Já, ég fékk smá kvef, en það er alltaf að fara núna. En ertu þá búin að ná að njóta menningarnætur í dag á einhvern máta? Já, ég er búin að aðeins ná að njóta þess. Maður er meira ég var að vinna í dag og maður er meira að slaka á. Ég er að fara út aftur að keppa á þriðjudaginn, þannig að það er nóg að gera. Þannig að þú þarft virkilega að passa upp á þig að halda ekki áfram í þínu veikindum. Já, sjálfsögðu. Það er eins gott, maður farin ekki að vera veikur á síðustu 2 mótorum á árinu. En ég verð að spyrja Ólympíuþorpið. Ertu með eitthvað slúður þar? Það var svo mikið talað kynlíf og slúður og svona, þannig að... Við erum hrikalega forvitin. Já, þú varst þarna. Það er spenntur með þetta. Já. Ég var eiginlega bara að undirbúa mig fyrir að keppa, sko. Ég veit ekki hvað allt þetta slúður kemur þetta kynlíf í Ólympíuþorpinu. Ég hef aldrei séð neitt af þessu. Þú lendir ekkert í þessu. Þetta er bara eitthvað góðsögn. Þetta er ekkert að gerast, þetta er bara eitthvað sögur. En það var frábært að horfa á þig keppa og þjóðin naut þess virkilega. Fannstu fyrir stuðningnum? Já, ég fann fyrir því og sérstaklega eftir undankeppnina bara þvílíkt og annað eins sem bara ég aldrei trúið eiginlega og rosalega gaman að finna fyrir því hvað, það voru margir að fylgjast með og fá allan þennan stuðning beint í æð bara. Takk kærlega fyrir þetta, Ásdís, og bara til hamingju með árangurinn. Og njóttu menningarnætur. Já, takk. Ég fór á stúana í bænum í dag og við ætlum að kíkja aðeins á stemminguna. Hvað eru þið hallikallar að gera? Við erum að safna fyrir langveggubögn hyggju og þetta rennur óskiptum langveggnabarna. Kostar 700 krónur daginn. Það er ekki neitt. Nei, það er ekki neitt. Hefur við ekki skell okkur eina? Festir í vatnum. Endilega, það er gaman að. Takk. Já. Ertu búinn að sjá mikið? Ég er búinn að sjá slatta, rosalega mikið, fyrst og fremst mikið af fólki. Já. Og mikið af, eins og hérna, frænda minn sem ég hef ekki séð lengi, þannig að þetta er algjör snilld. Þannig að þetta eru bara svona sannir fjölskyldufundir og skemmtilegir? Já, alltaf mikið af fólki samt í kringum okkur. Ég var að vonast til að við hefum meira næði saman, en maður veist að býti það svo efli. Já. Það dugar ekkert minna að fá miðborgarstjórinn að útskýra þessa kindur sem eru hérna. Við segjum sem svo, fé án hirðis, það er ekki veit ekki á gott. Það er of gott veður, þetta er of fallegur og góður dagur. Þetta er bara mjög erfitt. Já. Let's go! Salsa Ísland, menn!
Já. En hvað er svo að gera? Þegar maður er búinn að hlaupa heilt maraþon, hvað gerir maður? Já, bara teygja duglega og fara svo í sturtu og teygja jafnvel aftur og svo bara fá sér lúr. Það er svo skemmtilegt. Og hann fór síðan að hinum með hindi. Við ætlum að riðislega að tala þessu dömum þar. Nei, röðin er þarna. Já, Ekkert svona, sko. Varst þú í Latabæjarhlaupinu? Voru margir? Gekk þér vel? Var þetta pínu erfitt? Stelpur, hvað haldið þið selja margar pilsur í dag? Minnst kosti 4. Já, allavega 5. 4? Við trópið eitthvað, þetta segir bara 5 milljón. Við svalaðum að hinum. Þetta eru 5 milljón Það er röður. Já, ég sé það. Það er gaman. Svona var stemmingin á menninganótt í dag og ekki skemmti veðrið fyrst. En við erum komin ykkar með góða gesti. Það er Röttur og Stefánsson. Bræðurnir, Unnsteinn og Haraldur. Það er gaman að hafa ykkur hér. Það var frábært gikk hérna áðan. Hvernig leið ykkur á sviðinu? Mjög vel. Og líka þegar vindurinn fór að koma, þetta var eins og að vera á snekkju. Snekkjurokkinu. Eða vera svona rockstella sem er með svona vindvélar á sviðinu. Það var svolítið cool. Svona fyrir mér þið svona menninganætu bandið svolítið. Svona krakkarnir úr miðbænum, úr Austurbæjarskólanum sem hafa alltaf verið með á menninganótt. Er það ekki svolítið þannig? Jú, representing. Við spiluðum oft kannski bara 5 til 8 sinnum á hverju nótt, sko. Hverjum degi. Og máttu það þó þau væri kannski ekki nema 16, 17 ára? Já, og svo tók maður bakpokan upp, sko, eftir klukkan 8 og labbaði bæinn svo venjulegur unglingur. En er það ekki akkurat við hæfi að vera komnir á stóra sviði hér í kvöld? Jú. Okkur líður mjög vel með það. Heyrðu, við þurfum að hætta. Gaman að hafa ykkur með, við sjáumst fljótlega, en það er komið Óla Palla á sviðinu og Jónas Sig. Yes. Jæja, gott fólk. Þá er bara komið að loka atriðinu. Síðasta tónlistaratriðinu hérna á Tónarflóði Rásar 2 2012 og ég kem ekki hérna fram aftur þess að langar mig til þess að þakka fyrir hönd Rásar 2 og borgarinnar. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna hérna á hólinn. Þetta er búið að vera frábær dagur og frábært kvöld og höldum við þannig áfram. Hugsið vel hvort annað í nótt. En já, og við langar líka til að þakka okkar frábæru samstarfsaðilum hérna, X-Tone, köllunum frábæru hérna hjá X-Tone sem að sjá öll tæknileg mál hérna, Vodafone og svo er það Íslenskt tónlistarsumarinn. En sá sem er síðastur hérna á svið, hann sló í gegn alveg óvart þegar hann var unglingur, en fílaði það ekki alveg, flúði til Danmerkur og kom svo aftur úr tónlistarlegri, eða sneri tilbaka úr tónlistarlegri útleið fyrir nokkrum árum, gaf út plötu sem vakti strax mikla athygli, sló svo í gegn heldur betur með annarri plötunni, svo er þriðja platan hans á leiðinni. Þið þekkið hann og þau sem að spila hérna með honum, takið vel á mótið þeim. Jónas Sigurðsson og ritvélar framtíðarinnar, þau spila fram á flugeldasýningu. Takk fyrir, góða skemmtun. Vá! Dásamlegt! Mikið dásamlegt að fá að vera með ykkur hérna í kvöld.
varst eitthvað sem enginn á. Alltaf skjön við sannleikann í djúpum dal. Alltaf skjön við sannleikans tímatal. Ekinn af sorg rífur upp sárið og syrgir það sem aldrei þú viljir sjá opna augun og lifa smá en sjáir ekki sannleika finnir ekkert svar en sjáir ekki sannleika sem aldrei var. Tekinn af sorg rífur upp sárið og syrgir það sem aldrei fortíðar þrá. Já! Takk ykkur fyrir. Þetta er nýtt lag, óútgefið, sem heitir Fortíðar þrá. Mikið gaman að vera með ykkur hérna. Má ég heyra í ykkur? Má ég heyra ykkur segja já? 1, 2 og... Má ég heyra einu sinni enn? 1, 2 og...
eitthvað alveg þrótið sem ég þráði sem að stríði ég fyrir háði og því náði naut þess svo sem aldrei einhver sem að djöfla hingað dró og það eitthvað, alltaf eitthvað sem ég þrái sem ég setna skall og dái og svo ég fæ ég aldrei þangað það einhver þörf að sætta sig við það koma með okkur fáum smá hérna við erum svo mörg hérna svo æðislegt við tekjum okkur aðeins saman þetta lag fjallar það við erum alltaf að bíða til einhver í framtíðinni að eitthvað verið betra og bíða til að fá mikið vinnu eignast pening slá í gegn eitthvað svo þegar komist þangað, þá eitthvað annað vesen þar. Og við býðum með eitthvað annað, komist staðinn. Og það ekki fyrir að við föttum að það alltaf eitthvað vesen. Sættum okkur við það, syngjum saman, njótum lífsins, öll saman hérna. Fögnum því, það alltaf eitthvað. Má ég sjá hendur fyrir eitthvað aðeins? Næsta lag er tileinkað öllum sem hafa einhvern tíma liðið þannig að þeir væri fastir í sömu spórum, fastir í sömu aðstæðum, fastir á einhverjum stað sem þeir kemast ekki út úr, kemast ekki í burtu. Þetta lag er tileinkað okkur öllum, það myndi Þyrnigerðið. Sem aldrei ganga munu tilbaka. Það eru tankar út með ströndum sem frusu fastir við þennan klaka. Og það skrítið til þess að hugsa það var þessi sami heimur, þetta sama rúm
Þetta rými sem við áttum aldrei saman fyrir þinni gerðu. Stofa líkt að steita sín nefa, en komast ekkert áfram með ekkert að gefa. Með að baka hverja hurð en í minning og situr bara fastur bandsettinn að vefa. Og maður getur ekki bara sagt það er allt í lagi þó minn innri maður sé vofa. Og það er einum og rótist, það getur bara verið gæi rétt á meðan aðal spaðarnir sofa. En kannski er eitthvað nýtt upphaf í boði ef ég kemst mína leið gegnum þitt í gerði. Gegnum þitt í gerði. Þitt í gerði. Eruð þið með okkur? Er einhver að tengja við þetta? Einhver að tengja við orðin? Nú komin í dagur sem prísinn úr rökkrinu svo fagur. Ég hugsa mér til hreyfings, losum fjötrana, þakka lífsbókinni, lexíunni. Ég brýst í gegnum gerðir sem ríður hold mitt. Ég skipti engu, ég skipið bíður. Ég reysi upp mastrið með dúnhvítum seglum og ég sigl út á hafið og rokið það blæs mína leið og við ykkur handan við hafið það sem heimurinn ber. Þitt í gerði. Þitt í gerði.
Takk fyrir. Það er með mjög mikið ánægja að kynna á svið sérstaklega gesti. Það eru 7 stelpur frá Borgarfirði sem ættir að reka til Borgarfjarðar eystra. Það er kór sem ég kalla Borgfirska englakórinn. Ég var með tónleikaröð á Borgarfirði eystra hérna í júlí og við vorum að spila svona kvöld eftir kvöld eftir kvöld og það safnaðist alltaf fleiri og fleiri í kórinn. Þetta var svo dásamlega stelpur hérna að ég varð að bjóða þeim að koma með og hitta ykkur. Vil ég gefa þeim gott klapp? Það er komið hérna á sviðið. Það er Margrét Sól, Hólmfríður Lúðvíksdóttir, Eyrún Hrefna Helgadóttir, Karolína Helgadóttir, Bergrún Sól Ásgeirsdóttir, Malen Ásgeirsdóttir, Sólbjört Jónsdóttir og Eyrún Hrefna Helgadóttir. Og við ætlum að taka lag saman með Borgfirska englakórnum, lag sem heitir Þessi endalausi vegur endar vel. Hann fjallar eilíðina, lagið fjallar eilíðina og þess vegna í endurinn þá kemur sérstakur kafli sem gengur svona 7 sinnum, 7 sinnum, 7 sinnum. Það er ekki sem sagt 49, það er eilíðin og þið megið alveg endilega syngja með okkur þegar fyrir þangað. Ok? Ég og þú, við erum hér og við fetum þennan veg og ég er fastur inn í mér líkt og þú ert föst í þér. Sama hvað við reyndum, sama hvað við vildum reynast hvort öðru liggja lífsins vegir hér og enginn máttur til að leggja annan við þennan hér, þennan endalausa veg. En allt þetta endar vel. Allt þetta endar vel. Þennan endalausa veg við fetum saman. Þennan endalausa veg við fetum saman. Hlammur krafsar fast í þig og kvíðinn læsir huga þér. Þegar leiðin virðist lokuð og vonum týnd sem áður vermdi hjörtu okkar hér. Þegar sálin situr föst í svörtu fenni og enginn vonar til hliðar þér. Þegar þrengir svona þér skaltu vinnur draga andan djúpt í allt við þetta vel. Þessi veg endar vel og allt þetta endar vel. Allt þetta endar vel. Við fetum saman. Þennan endalausa veg við fetum saman. Þennan endalausa veg við fetum
þeytum saman þennan endalausa veg við þeytum nú saman Ég er svo ánægður með að hafa tekið það með. Og það er hérna, ég veit að það er bein útsending, það er svona sérstaklega að við erum að horfa á þetta á flatskjástæðinni risastóru skjávarpa í Fjarðarborg á Borgarfirði og kærar kveðjur til ykkar í Fjarðarborg. Ég veit ekki að það er einn stelpa hérna sem á afmæli. Ég veit að það er svo dásamlegt þegar einhver á afmæli að hérna koma afmæliskveðja framfæri. Hún er Hekla sem er 13 ára. Heklubörg, vil ég gefa Heklubörg sérstaklega gott klapp, hún er 13 ára. Gefum henni öll gott klapp. Hekla var 13 ára í dag. Og þess að rifja upp þegar við sjálf. Þess að rifja upp þegar við vorum 13 ára. En næsta lag fyrir ykkur, það heitir Baráttusöngur uppreisnarklansins á Skítadreifurunum. Er tilbúin í það? Svona tungubrjótur útvarpsmannsins. Ég heyrði reyndar eins og útvarpsmann sem gæti farið með þetta algjörlega fleipulaust. Var mjög imponerað af því. Ok. Allir út á gólfið með kylfurnar, smassið mæti niður, út með höfaldið. Komið með tíminn, uppreisinn tjónfélagsvítundinn, mætt út með barblinn, til að láta þig vita, til að spretta út svita. Allir út á lífið í lokunum sem mamma kallar á vordugum, stendur með strákunum sínum. Að lokum þurftist stóðið niður spjallið með Skítadreifurunum til að mótmæla tækifærum
sem okkur standa til boða. Tíminn til kominn, lífum McDonald's niður. Bensínar á Burger King, hefur lokið daginn fyrir í bænum. Bjartir styrkur liði, félaginn og skólina. Nýlökkur, Sparisstofu. Kynna fyrir ykkur trommuleikara hljómsveitarinnar Kristinn Snær Agnarsson. Kristinn Snær Agnarsson. Jóhann Gottskálk. Langar að kynna fyrir ykkur hérna þessu dásamlegu menn og konur sem með mér hérna í hljómsveitinni Rítunum framtíðarinnar. Samúel Jón Samúelsson á básunu. Kjartan Hákonarsson á trompet. Steinar Sigurðarsson, saxofón. Rósa Guðrún Sveinsdóttir, söngur og saxofón. Ingibjörn Ingason á bassa. Ómar Guðjónsson, gítar. Stefán Örn Gunnarsson, hljómborð. Ég heiti Jónas. Ég afskaplega þakkláttur fyrir að fá tækifæri til að vera hérna með ykkur á þessu stað, með ykkur hérna í kvöld á þessum tíma. Takk fyrir það. Takk fyrir að vera dásamleg. Komið í strákar, söfnum saman fjármagnið sem streymir fyrir framtakið. Hugsið ykkur bara. Því sá sem spyr einskis vætir ekki svara, því honum sama alla heimsins kærleik og kenningar sem aldrei hafa haldið öðru nama. Tíminn til kominn, lífum McDonald's niður. Bensínan á Burger King, hefur lokið daginn inni fyrir í bænum. Bjartir styrkur liði, félaginn og skólina. Á Nýlökkur, Sparisstofu. Takk fyrir. Þá koma síðasta laginn okkar í kvöld hérna með ykkur og svo fáum við dásamlegu flugeldasýningu. En mér langar að kynna svið einn gest í viðbót hérna. Fáum hérna Kristjönu Stefánsdóttir, stórsöngkonu og vinkonu okkar. Gefið henni gott lag. Og við ætlum að fara saman í hamingjuna. Þannig að nú er þetta lag sérstaklega hannað til að tengja ykkur saman og okkur til samtengingarlag. Þannig að ef þetta gengur upp, þá getum við ákallað hamingjuna hérna. Eins og það ekki verið nóg af henni fyrir. Líka þeir sem heima sitið, þið verður endur að standa upp líka. Og ákallað hamingjuna með okkur. Er til í það? Eins og hendur! Allar hendur, líka þeir sem eru uppi. Allar hendur, þetta er síðasta lagið. Við förum alveg í þetta saman. Þeir eru til að koma í þetta með okkur. Tengjum okkur saman.
hamingjar blekki sem kæmi ríðandi á hestu eftir fjöruborður með braki og bröstum færandi fenginn sem öðru ég sem hélt að hamingjan væri ský sem fíblinn með vörn eftir vöknuð með útópíska æskudrauminn fyrir bí engin hamingja en elfi sem flýr stefnulaust loftum á anda hófir eftir saklausu fólki á öllum til óþefa og amma ég sem hélt að hamingja væri gull uppfinning höfundar sápu óperana ísfóksinn raugner og bókmyndana í kápu og svo þetta er merkið ykkar eru tilbúin og svo hamingjan hún er hér og ég sé hendurna á okkur hamingjan hún er hér hamingjan hún er hér og þá er komið að flugeldasýningunni og þið ætlið að telja með okkur. Eru til í það? Komið með aðra hendur svona í loft. Komið að sjá aðra hendur í loft. Sjáu ykkur, wow! Sjáu ykkur, wow! Og við
Allir saman, við tilbúin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Já, hamingjan er svo sannarlega hér, flugveldarnir komnir á loft og stórkostlegum tónleikum lokið. Já, og við skulum ekki tegja lengi við, þannig þið getur fengið að horfa líka flugvallarsýningunni í sjónvarpinu. Við segjum bara fyrir hönd Rásar 2 og sjónvarpsins, frábært að vera með ykkur. Við erum best í íslenskri tónlist og við þökkum ykkur fyrir að vera með okkur í kvöld. Bless, bless.